Komið sæl. Gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. Eins og þið þekkið þá fagnar Virk á þessu ári 15 ára afmæli. Raunar má segja að það sé lengra síðan hugmyndin Virk kviknaði, en í tengslu við kjarasamninga árið 2005 var sett á laggirnar nefnd fulltrúa stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins, lífeyrissjóða og öryrkjabandalagsins. Í kjölfar skýrslu nefndarinnar og í tengslu við kjarasamninga árið 2008 sömdu Samtök atvinnulífsins og ASÍ stofnun Virk. Það óhætt að segja að þar hafi aðilar vinnumarkaðarins sýnt mikla framsýni og fyrirhyggju í því að setja á stofn úrræði sem tryggir þeim sem lenda í alvarlegum veikindum eða slysum tækifæri til að snúa aftur til starfa. Aðilar vinnumarkaðarins litu og líta enn á starfsemi Virk sem fjárfestingu í fólki. Vissulega réðu fjárhagslegi hvatar miklu það að Virk var komið á fót, enda féll á þessum tíma stærstur hluti útgjalda vegna veikinda, slysa og örorku á atvinnulífið, sjúkrasjóði stéttarfélaga og lífeyrissjóði. Því litu aðilar vinnumarkaðarins á útgjöld vegna starfsendurhæfingar sem fjárfestingu. Fyrst þurfti að leggja fjármuni í að byggja upp þau kerfi sem veita áttu viðeigandi þjónustu sem síðan myndu leiða til aukinnar atvinnuþátttöku og minni útgjalda. Fyrir fyrirtækin skipti ekki síður máli að verðmæt þekking og reynsla tapaðist þegar fólk var fyrir slysi eða veikindum og þurfti að hverfa af vinnumarkaði. Miklu skiptir að koma í veg fyrir það að það tap verði varanlegt, að samfélagi missi ekki af verðmætu framlagi einstaklinga sem neyðast til þess að hætta störfum. En það sem skiptir mestu máli eru þau áhrif sem starfsendurhæfing hefur á þá sem þjónustuna þiggja. Því árangursrík starfsendurhæfing hefur raunveruleg áhrif á líf, heilsu og velferð fólks, aðstandendur þess og samfélagi í heild. Góð dæmi árangursríka starfsendurhæfingu má til að mynda sjá í nýju ársriti Virk, þar sem meðal annars rætt við 2 einstaklinga sem lokið hafa við þjónustu. Þótt sögur þeirra sem leita til Virk séu margt ólíkar og þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir geti verið af ólíkum toga, þá eiga þessir einstaklingar það sameiginlegt að hafa fundið leið aftur út á vinnumarkaðinn með aðstoð Virk. Öll erum við ólík og við glímum við ólíka hluti. Stundum eru það áföll sem gera það að verkum að fólk lendir á veggnum, eins og það kallað. Önnur eru kannski komin á miðjan aldur og með ógreint ADHD. Dauðuppgefin á því að vera að leita lyklanum endalaust og koma alltaf seint á fundi. Virk getur tekið utan allt þetta fólk og hefur gert það eins og nýleg heildarúttekt á starfsemi Virk sýnir. Niðurstöður úttektarinnar sýndu svo ekki verður umvilst að það starf sem fer fram hjá Virk framúrskarandi. Það birtist meðal annars í því að tæp 80% þeirra sem lokið hafa þjónustu hjá Virk töldu úrræðin í samræmi við markmið þeirra og þarfir og 90% þeirra sem ljúka þjónustu hjá Virk eru ánægð með þjónustuna. Alls hafa 16.000 einstaklingar lokið þjónustu hjá Virk frá upphafi og hafa 13.000 þeirra endað á vinnumarkaði í námi eða í virkri atvinnuleit. Þessi mikli fjöldi endurspeglast líka í niðurstöðum kannana, en þar segjast 6 af hverjum 10 þekkja einhvern sem hefur verið í þjónustu hjá Virk og yfir 80% landsmanna telja starfsemi Virk hafa mikla þýðingu fyrir Íslands samfélag. Á þessum 15 árum hefur því náðst mikill árangur og af því megum við öll vera stolt. Tengsl Virk við atvinnulífið eru afar sterk. Fyrir utan fjármögnunarhlutverk atvinnulífsins, en Virk að 3/4 fjármagnað af fyrirtækjum landsins, þá skipta bein tengsl Virk við fyrirtækin enn meira máli. Án atvinnutækifæra væri starf Virk og starfsendurhæfingarstöðva til lítils. Í dag eru meira en 1600 fyrirtæki á skrá hjá Virk. Þar af eru ríflega 360 fyrirtæki sem skrifað hafa undir sérstaka samstarfssamninga í verkefninu Virk atvinnutenging. Þar lögð áhersla á alhliða nálgun sem aðstoðar bæði vinnustaðinn og einstaklingin við að aðlaga sig að endurkomu til vinnu. Þetta gert með markvissum stuðningi sérfræðinga í starfsendurhæfingu.
Það líka ánægjulegt að segja frá því að þarna eru alls konar fyrirtæki sem taka þátt, bæði stór og smá, sem starfa í fjölbreyttum greinum atvinnulífsins. Ég get til að mynda nefnt stór fyrirtæki á borðu Össur, Marel og Festi. Og ég get líka nefnt til sögunar lítil fyrirtæki eins og heildsöluna Jóhann Ólafsson & Co. eða Hvalasafnið á Húsavík. Ávinningur af verkefni sem þessu felst í því að skapa rými á vinnustað fyrir einstaklinga með mismunandi starfsgetu og styrkleika. Þá verkefninu einnig ætlað að auka þekkingu og breyta viðhorfum stjórnenda og starfsmanna á þeim þáttum vinnuumhverfisins sem stuðla að velferð og auðvelda endurkomu starfsmanna til vinnu eftir langtíma veikindi eða slys. Á ári hverju eru mörg hundruð snertingar á milli virk og fyrirtækja, stórra sem smárra. Atvinnulífstenglar hafa til að mynda haft milligöngu ríflega 1200 störf fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu á árunum 2017 til 2022. Þarna hafa orðið til 1200 tækifæri fyrir bætt líf einstaklinga með skerta starfsgetu og 1200 tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf að njóta starfskrafta fólks sem ella hefði verið utan vinnumarkaðar. Og það munar minna. Líkt og átti við umgjörð virk, þá eru margir og ólíkir aðilar sem þurfa að koma að þjónustunni. Samvinna ólíkra aðila lykilforsenda þess að mögulegt sé að aðstoða fólk til virkni á vinnumarkaði. Og þegar margir koma að málum, skiptir sköpum að hlutverk allra sé þekkt og vel skilgreint. Í upphafi var hlutverk virk fyrst og fremst að sinna þjónustu við einstaklinga sem hverfa hefðu þurft af vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa. Með tímanum hefur þetta hlutverk verið útvíkkað, sér í lagi með þjónustusamningi við hið opinbera 2017 atvinnutengda starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga utan vinnumarkaðar. Nýverið var þessi samvinna útvíkkuð enn frekar, með tilraunaverkefni þjónustu við ungt fólk í viðkvæmri stöðu. En á dögunum undirrituðu Samtök atvinnulífsins, Félagsmálaráðuneytið, Virk og Vinnumálastofnun viljayfirlýsingu þess efnis. Markmið þess verkefnis að fyrirbyggja ótímabært brotthvarf ungs fólks með geðraskanir af vinnumarkaði. Auk þess að auka samfélagslega virkni ungmenna sem tilheyra svokölluðum NEET-hópi. Það ungt fólk sem ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Verkefni þetta endurspeglar vel þá öru þróun sem hefur verið í málaflokknum á liðnum 15 árum. Þar hafa nokkrir kraftar verið að verki. Fyrst ber að nefna almenna vitundavakningu mikilvægi þess að markviss starfsendurhæfing sé til staðar. Það kannski full dramatískt að tala að á upphafsdögum virk hafi verið talað fyrir tómum sal. En það ekki ofsögum sagt að bylting hefur orðið á liðnum 15 til 20 árum þegar kemur að vitund fólks mikilvægi starfsendurhæfingar. Í þeirri vitundavakningu hefur virk leikið lykil hlutverk. Í annan stað langar mig að nefna örar samfélagslega breytingar. Við stofnun virk var í hugum flestra verið að koma á fót þjónustu við einstaklinga sem glímdu við líkamleg veikindi eða voru að jafna sig eftir slys. Vissulega var frá upphafi lögð rík áhersla á að sinna andlegri hlið starfsendurhæfingar, en vitund og umræða andleg veikindi sem orsök fráhvarfs á vinnumarkaði var ekki mikil. Á þessu hefur orðið veruleg breyting á liðnum árum. Líklega þar bæði að ræða aukna þekkingu og í raun viðurkenningu á því að andlegir kvilla verða oft til þess að fólk lendir utan vinnumarkaðar, en ekki síður neikvæðri þróun í samfélaginu hvað varðar ýmsa þætti sem hafa áhrif á andlega líðan fólks. Störf að breytast með aukni tækniþróun og auknum kröfum og við þekkjum mörg hversu mikill erill og stöðugt áreiti sem í kringum okkur sem getur valdið því að við upplifum streitu. Merki þessa þróun má til að mynda sjá í nýyrði á vinnumarkaði sem orðið kulnun. Þessar breytingar sjást líka í því að í dag eru geðsjúkdómar ein af helstu ástæðum þess að einstaklingar sækja endurhæfingar og örorkulífeyri. Við þessari þróun þurfum við öll að bregðast. Velferðar- og heilbrigðiskerfin, Vinnumálastofnun, Virk og síðast en ekki síst atvinnulífið og fyrirtækin í landinu.
Mikilvægt skref að auka vitund og fræðslu andleg veikindi. Í hverju felst vandinn? Hvernig birtist hann okkur á vinnustöðum og hvernig best að bregðast við? Þarna skipta tengsl atvinnulífsins við virk miklu. Mikil þekking og reynsla hefur byggst upp hjá virk á liðnum 15 árum. Það afar mikilvægt að sú reynsla og þekking sé nýtt eins og kostur af félags- og heilbrigðiskerfinu. Í því samhengi vil ég nefna mikilvægi þess að uppbygging á þjónustu hins opinbera í málaflokknum taki mið af þeirri getu sem þegar til staðar og miði fremur að því að byggja upp frekari þjónustu í kringum þau úrræði sem fyrir í stað þess að komið sé á svipari eða sambærilegri þjónustu hjá stofnunum hins opinbera. Öll viljum við byggja upp öflugt velferðar- og heilbrigðiskerfi, en til þess að svo megi vera þarf að nýta til fulls þann kraft og þekkingu sem fyrir Nú stendur yfir í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, þar sem meðal annars unnið að því að tryggja réttindi fólks sem verði fyrir starfsgetumissi og þarfnast endurhæfingar. Samtök atvinnulífsins fylgjast grannt með þróun mála og vilja hvetja ráðherra og ráðuneytið til að huga sérstaklega að því að áfram verði haldið með þétt og gott samstarf við aðila vinnumarkaðarins þegar kemur að starfsemi virk. Það samstarf hefur sannarlega verið farsælt. Að lokum vil ég fá að óska Vigdísi og starfsfólki virk hjartalega til hamingju með árin 15 og fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins vil ég þakka fyrir samstarfið. Takk fyrir.